Við ætlum að forvitnast örlítið lag sem að var verið að gefa út og tengist nú svolítið, hinsegin dögum. En Daniel Haukur á línu hjá mér, góðan og blessaðan daginn. Góðan og blessaðan daginn. Hvað segir gott? Ég bara ljómandi gott. Er það ekki? Það er ekki þessu góða veðri. Já, nákvæmlega. Það er loksins komið sumar á Suðurland. segðu. Þetta er búið að vera svona smá skipt, það er búið að vera svona aðeins betra á norður og austurhelmingi landsins í sumar. Jú, nákvæmlega. Þannig að þetta er komið hingað. En þú ert nú búin að vera að syngja í þó nokkuð mörg ár. Já. Og maður er alltaf búin að vera að bíða svona eftir að fá okkar skemmtilegt og sjá því jafnvel í söngvakeppni sjónvarps og ýmislegt annað og svo kom að því. Já, sko, ég heimtaði einhvern veginn við stjórn hinsegin daga sem ég byrjaði að vinna með í febrúar á þessu ári að búa til lag. Sagt, í fyrra var ákveðið hinsegin dagar að búa til svona original lag hinsegin daga, oft hefur þetta verið svona gauga meira af þeim, sko. En þau ákveðu bara að fara í þetta verkefni sjálf og eins í ár og þau bara treystu mér til þess að fara og tala við lagahöfunda og textahöfunda og svona og úr var þetta lag Liti Regnbogans sem núna er tilbúið. Og þetta einhvern veginn á svo vel við þessa hátíð líka? Algjörlega og það er svo gaman þegar lög eru bara tekin sérstaklega og samin fyrir hátíðina þá er boðskapur hátíðarinnar og hún númer 1 einhvern veginn hinsegin dagar í laginu án þess að vera kannski eitthvað svona klísukent sko en til dæmis þetta lag er bara meira, þetta er óður til regnbogans, þetta er óður til ástarinnar óður til og við tölum Eros og Írisi en Eros er náttúrulega bara amor í rauninni svona svipa goð og Íris er gyðja regnbogans og þannig er ég að syngja til þeirra í rauninni í þessu lagi. Og hvað höfundar koma að laginu? Heyrðu, ég hringdi bara fyrsti maðurinn sem ég hringdi í var Örlygur Smári og ég bara lýsi verkefninu fyrir honum og hann bara slær til og er alveg tilbúinn í þetta og ég var náttúrulega að hringja í Örlyg Smára sko, hann er minn uppáhaldslagahöfundur og svo var svona pínu riski sko að byrja að vinna með honum að því ég hef ekki unnið með honum áður sko svo var æðislegt að vinna með honum og bara afskaplega þægilegu maður á öllu leyti og bara ótrúlega gaman að setja eitthvað svona saman með honum og svo vantaði mig texta og ég þurfti ekki að leita lengra heldur en bara í íbúðinu minni að því að maðurinn minn sem er textan hann Hólmar Hólm og hann er menntaður í fornfræði og klassískum fræðum og hann hefur mikinn áhuga á rituðu máli og svona og myndmáli þannig að hann snaraði þessum texta upp Liti Regnbogans sem eru alveg mér finnst hann geysi góður og skemmtilegur. Já. En þið í rauninni takir svona aðeins pólinn í það að hafa þetta svona hrest og skemmtilegt og kemur svo sem ekkert að hórt frá Örlygi Smára og það kemur að þetta sé svona smá Eurovision-skotið líka sko. Þetta er alveg Eurovision-skotið og það má alveg segja eins og sko og eins og ég segi meina þú veist uppskriftina Eurovision það er kannski alveg hægt að yfirfæra hana aðeins að breyta desilitrum og matskeiðum sko fyrir hinsegin daga þetta er svona kannski svipað element sko. Mér finnst það allavega, það er þessi gleði, þetta Europop, bara þetta einhvern veginn, þetta klassíska pop einhvern veginn. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt lag og ég bara óskar einlega til að hamingju með þetta. Við ætlum að fá að frumflytja lagið hérna hjá okkur, Litir Regnbogans. Endilega. Virkilega gaman að heyra í þér. Í sömu leiðis. Allt er fína. Takk. Já, bless.